Safaríkt nautaribbæ með 33% afslætti. Netto. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja magasín. Velrekin Grindavíkurbær og ljósleiðara tengingar á Suðurnesjum eru viðfangsefni okkar að þessu sinni. Þá heimsótti Árni Þór ósigraðar körfuknattleikskonur úr Keflavík. Í Grindavík er verið að byggja nýtt íþróttahús og aðstaða við höfnin að taka stakkaskiptum með endurnýjum hafnakanti. Þá er framundan sjóarinn síkáti sem dregur mannfjölda til bæjarins. Við hittum Fannar Jónasson bæjarstjóri Grindavík og fórum yfir stöðu mála í þessu velstæða bæjarfélagi. Í síðara hluta þáttarins kynnum við okkur hvað Míla er að gera í ljósleiðara tengingum í Reykjanesbæ og á Suðurnesjum, en betri nettengingar hafa lengi verið baráttumál íbúa í bænum. En við byrjum í Grindavík. Ertu á leiðinni út? Það er alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. Fannar Jónasson, bæjarstjóri Grindavíkur, tók við starfinu fyrir 1,5 ári síðan. En staða Grindavíkurbæjar er góð að hans sögn og hefur Grindavíkurbær staðið vel fjárhagslega undanfarin ár og er með eina bestu stöðu landsins fjárhagslega. Eftir þetta kjörtímabil er bæjarfélagið að skila góðu búi og er rekstrar afgangur hans samkvæmt ársreikningi síðasta árs rétt tæpar 300 milljónir. Langtímaskuldir bæjarins eru engar, fjárfestingagetan er mikil, þannig að hægt verður að gera marga góða hluti í framtíðinni án þess að taka lán, borga niður afborganir og greiða vexti. Og er einhverjar framkvæmdir í Grindavík núna? Já, það eru mjög margar framkvæmdir í gangi. Stærsta og fjárfrekasta framkvæmdin er bygging á nýju íþróttahúsi sem kostar meira en $0,5 milljarð og það er nú góð aðstæða hérna fyrir og mikið og öflugt íþróttalíf í Grindavík og hlúð vel að og hugsa vel unga fólkið og við eigum hérna svo merkilegt sem það er nú kannski fyrir ekki fjölmennara bæjarfélag lið, bæði karla og kvennalið í meistaraflokkum fótbolta og körfubolta og þetta með bæta aðstöðu fyrir þetta keppnisfólk okkar sem og allan almenning, unglinga og börn og fleiri, þannig að þetta er svona stærsta einstaka verkefnið sem að eða dýrasta, getum við sagt, fjárfrekasta. En það eru mörg öðru að taka. Gatnagerð er núna í fullum gangi. Það var ágætis lager, getum við sagt, af lóðum í fyrra sem bara hurfu á nokkrum vikum. Mikil eftirspurn eftir lóðum hérna, þannig að lóður undir fjölbýli og parhús og raðhús voru ekki til og nú er verið að vinna að því að bæta þar betur og það er eitt hverfi hérna sem verður tekið í notkun eða hægt að fara að úthluta núna bara í sumar og það er gert ráð fyrir því aðalega að þar séu parhús, raðhús og svo fjölbýli á annað 100 svona íbúða einingar eins og við segjum, þannig að það mun bæta úr þörfinni og síðan er samkvæmt aðalskipulagi stórt svæði hérna í hópskverfinu sem er tekið síðar, þannig að landið er til staðar og skipulagið til staðar og svo er reynt bara að vinna þetta svona eftir þörfum en hérna eftirspurnin er mikil. Hvers vegna heldur að eftirspurnin sé svona mikil? Sko það nú reyndar ekki bara við Grindavík, heldur sjáum við hvernig bara Suðurnesjum öll er að hérna blómstra. Kannski er það nú eiginlega óþarflega mikið sem að hérna Reykjanesbær hefur þurft að færast í fang vegna þess að það þarf að fylgja þessu eftir með þessum margum töluðu innviðum, það þarf að byggja skóla og leikskóla og það er í sjálfu sér ekki gott að íbúafjölgun í bæjarfélögum sé mjög mikil. Þetta getur þýtt það að þjónusta við íbúana sem fyrir eru sé ekki nægilega góð og þá ekki heldur þá sem er að koma. Þannig að hófleg fjölgun er jákvæð og eftirsóknarverð en ekkert endilega allt of mikil og við teljum okkur ráða ágætlega við það fjölgun sem að svona líklegt er að verði næstu ári. Við erum að tala svona 3%, helst ekki mikið meira. Nú er Bláa lónið til dæmis að byggja bara heila blokk fyrir starfsmenn sína hérna. Teljið að það sé ykkur möguleiki fyrir önnur fyrirtæki sem eru nálægt? Það er nú bara held ég orðið ástandið þannig víða á landinu að hérna íbúðarhúsnæði er ekki til staðar. Það er ekki nóg að hérna finna fólk til þess að mæta sem starfsmenn
og jafnvel að setja stað og ekkert húsnæði fyrir hendi. Þannig Bláa lónið valdi þennan kost. Þetta náttúrulega gríðarlega öflugt og merkilegt og stórt fyrirtæki sem við erum afar stolt af hérna innan lögsögu Grindavíkur. Og þeir völdu þannig kost þegar að fóru að spyrjast held ég að það ætti að fara að byggja blokk fyrir almenna markaði. Þeir keyptu hann fyrir sína starfsmenn og þetta hérna bara þörf sem að blasti við. Nú Grindavíkurbær sjávarþorp, eða sjávarbær. Hversu mikilvægur sjávarútvegurinn fyrir Grindavík? Hann mjög mikilvægur og hefur nú þetta verið svona burðarstólpi í gegnum aldirnar hérna í Grindavík. Það var reyndar landbúnaður talsvert öflugur líka, en það hefur svona farið minna fyrir því. En sjávarútvegur hér burðarstoð í hérna atvinnulífinu. Við erum með gríðarlega öflug og flott fyrirtæki, sjávarútvegsfyrirtæki. Ekki bara á landsvísu, við erum með einna stærstu og öflugustu fyrirtæki í sjávarútvegi og vinnslu á landinu, heldur bara á heimsvísu. Ég tek það til marks að Vísir, annað tveggja svona stóru fyrirtækjanna hérna, var að fá íslensku þekkingaverðlaunin daginn og það nú þetta mjög margir sem að hérna eru tilnefndir til þekkingaverðlauna af öllum tegundum fyrirtækja en það skulle vera sjávarútvegsfyrirtæki og hérna hjá okkur í Grindavík þetta fagnaðarefni mikið og við erum stolt yfir þessu og það sama á við Þorbjörn, hitt stóra fyrirtæki hjá okkur og þau sem eru smærri, þetta mjög öflugur og flottur sjávarútvegur. Við vonum auðvitað þegar hagur verði sem bestur. Það eru blikur á lofti vegna veiðigjalda sem að eru eiginlega ekki forsvaranleg að okkur finnst og verður ég vona að pólitíkin tæki sig til og kippi ekki stóðunum undan rekstri sjávarútvegsfyrirtækja eins og hjá okkur. Það næstu í milljarður, hátt í milljarður sem að tvö stærstu sjávarútvegsfyrirtæki hér í Grindavík þurfa að borga í veiðigjöld á þessu ári. Ekkert af þessu fer til sveitarfélagsins. Það ekki hægt, fyrirtækin get ekki staðið undir þessu, þannig vonandi verður þetta lagað. Og talandi sjávarútveginn og höfnina, nú eru stórframkvæmdir, ekki satt, í Miðgarði hér í höfninni? Jú. Það eru sannkallaðar stórframkvæmdir. Það verið að skipta stálþilið sem orðið 40 ára gamalt úr sér gengið. Miðgarði, þetta 220 metra langur viðlegukantur sem verið að skipta út. Það notað tækifærið og kanturinn færður nokkru utar og það sem skiptir ekki minna máli það að höfnin verður verulega dýpkuð. Rennan þarna, farvegurinn hvað við segjum, hann verður líka breikkaður. Þannig að það gríðarlegar hafnarbætur framundan og í gangi núna. Það verður líka skipt þekjuna á bryggjunni sjálfri. Gaman að segja frá því að það stendur til að setja hitaveitu í þessa þekju eða sem sagt bryggjuna sjálfa til þess að hún verði íslaus minnst okkur einhver leyti og síðan verður líka hægt að tengja skipin við hitaveitu þannig að þau verður kynnt með heitu vatni sem vistvænt og sparnaður fyrir skipin og all þessi aðgerð eru stórbætur á höfninni og bara nauðsynlegt auðvitað fyrir þá öflugu starfsemi sem fer hérna fram og bæði fyrir okkar flota. Við erum með 14 skip hér í flotanum og fjöldan allan af bátum, plastbátum og þessi höfn hérna, hún á alla mælikvarða kannski, eða flesta mælikvarða, einn af allra stærstu höfnum landsins og við verðum að taka þetta vel á móti bæði í skipunum okkar og búa góðan aðbúnað hérna og öðrum skipum sem að landa hérna. Og því þetta þá að höfnin getur tekið við stærri skipum jafnvel? Já, hún getur tekið við stærri skipum og djúpristari. Það þarf ekki að sæta sjávarföllum núna eins og stundum þurft að gera. Þannig að hún verður verulega bætt með þessu og aðstæða öll á bryggjunni sjálfri líka. Hún var orðin úr sér gengin og gömul, Miðgarðurinn sjálfur og þetta verður verulega bætt. Við erum með viðlegukant upp á 1 kilometra, 1000 metra. Höfnin eftir þetta bara allt önnur heldur en var. Ein stærsta bæjarhátíð landsins haldin hérna sjómannahelgina, Sjóarinn síkáti. Hvað trekkir sú hátíð mikinn fjölda að til Grindavíkur? Við hérna höldum því alveg blákalt fram að þetta sé kannski allskemmtilegasta og fjölbreyttasta bæjarhátíð bara á landinu. Ég held að þetta sé í 20. annað skipti sem að Sjóarinn síkáti haldin sjómannahelgina.
Ég hef nú ekki tölur á Hraðbergi en bærinn alveg stútfullur og við sprengjum mitt utan á okkur með tjaldstæði eftir að bæta þar við og það bara gleði og skemmtun. Þetta sem sagt aðalega fjölskylduhátíð og hátíð sjómanna og hefst á svona formlega á föstudeginu 1. júní og stendur þá helgina þar á eftir. Sjómannadagurinn sjálfur 3. júní og það reyndar upptaktur, getur sagt vikunum þar á undan. Þá eru fyrirlestrar og myndlistarsýningar og ljósmyndarsýningar og slíkt, tónleikar. En dagskráin svona formlega hefst á föstudeginu. Það svona hátíð heimamanna. Þá eru hverfin taka svona litaskiptum. Það eru 4 hverfi sem að hvert hefur sinn lit, þetta auðvitað þekkt víða. Og svo safnast fólki saman, brúðbúið í litum síns hverfis og er mikil hátíð niður við höfnina. Og svo á laugardeginu þá verður mikið lagt upp og bara barnvænni dagskrá og reynda dagskrá fyrir alla aldurshópa. Það gríðarlegur fjöldi sem að hingað kemur og svo á sunnudeginu og sjómannadeginu sjálfum, þá lögð áhersla á sjómennskuna hjá okkur. Það nú hátíða guðsþjónusta í Grindavíkurkirkju og blómsveigur lagður við minnisverki Von og síðan bara glæsileg dagskrá sjómanna. Það eru siglingar og koddaslagur og allt sem þessu fylgir, sterkastu maður heims og veitingar og alls konar skemmtiatriði. Þannig þetta stútfullt af flottri dagskrá og henni verður dreift þessari dagskrá öllu Suðurnesin. Þetta séu 25.000 eintök prentuð sem nær 30 kannski og víðar. Þannig að hægt að fletti gegnum þessa dagskrá þegar þar kemur og að sjálfsögðu verður hún svo aðgengileg á heimasíðu Grindavíkurbæjar og hvet alla til þess að gerast gestir okkar og koma í heimsókn til okkar. Fyrir utan náttúrulega heimamenn sem taka kröftulega við sér á sjóvaranum síkáta. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánar upplýsingar á hljómahöll.is. Stúlknaflokkur kvenna var að keppa sinn seinasta leik í yngri flokkum helgina og vann hann auðvitað. Það sem samt svo sérstakt við þennan árgang að þær hafa unnið hvern einasta leik sem þær hafa keppt síðan þær byrjuðu að keppa á Íslands- og bikarmeistaramótum og það gerist mjög sjaldan. Ég fór og talaði við 4 stelpur í liðinu til að reyna að finna út af hverju þær ná svona góðum árangri. Hvað hafið þið unnið marga Íslands- og bikarmeistaratitla? Samtals held ég að þetta sé í kringum 20 titla svona cirka. Já, bara frá yngri flokkunum? Já, alveg frá yngri flokkunum og alveg með meistaraflokk. Þá erum við bæði að telja sem við höfum unnið með okkar flokk og líka þegar við erum að spila með eldri. Af hverju vinnið leikina? Hvað hafið þið sem hin liðin hafa ekki? Vörn, held ég. Já, eða þú veist, við bara spilum svo vel saman. Við erum bara búin að æfa saman, skiljum við, því við vorum, flesta svona 9-10 ára. Mjög góðir þjálfarar, myndi ég segja bara. Já, við höfum verið mjög vel þjálfaðar bara alveg frá yngri flokkunum, sko. Við höfum kannski fengið betri þjálfun eða eitthvað í kringum árin eða eitthvað. Og ekki mjög góð liðsandi, haldi ekki hann gera eitthvað enn á vellinum? Jú, alveg helling. Við erum allar mjög góða vinkonur, ekkert bíf eða neitt. Jú, algjörlega. Við erum allar svo góða vinkonur líka. Hvernig var það orðið síðustu árin þegar við vorum að fara í leikina? Voruð þið að hugsa að þið myndu tapa og var það fyrsti leikurinn sem myndi tapa? Sko, eins og fyrsti leikurinn sem við töpum, þá vorum við að spila með eldri og það var alveg erfitt fyrir okkur að tapa þeim leik. En svo við kynntumst í almennilega að tapa þegar við vorum komnar í meistaraflokk. Þá vorum við að tapa leikjum, þá vorum við að spila leiki kannski 2 viku. En við vorum alltaf svolítið hræddar að tapa held ég þegar við vorum yngri. Já. En þar sem við töpum ekki í okkar flokkum, þá var þetta öðruvísi að tapa þegar við vorum að spila með eldri. Já, allavega með okkar árgangi, það var svolítið mikið pressa í lokin, svo í 10. bekk á okkur sem vorum að spila með eldri. Og þá máttum við ekki tapa því við vorum alveg taplausar með þeim. Og leit ekkert menn út eins og bara að fara að tapa fyrsta leik eða þetta bara alltaf algjört rúst? Í yngri flokkum myndi ég segja að þetta væri alltaf við vorum alltaf með yfirhöndina. En komu leikir alveg inn á milli sem voru jafnir en við klárum það oftast alveg með vel bara. En bara því eldri sem við verðum þá var þetta náttúrulega bara erfiðara og meiri spenna og jafnir leikir. Hverjir hafa verið þjálfararnir ykkur frá uppá til enda? Það var Helena,
Svo minnum við að Kolli hafi tekið okkur og þjálfað okkur sem sagt fyrsta tímabilið okkar sem voru að spila á törnuðingum. Það voru að spila á móti eldri stelpum sem sagt vorum yngri. Svo tók Bjössi við okkur í 5. bekk, eitthvað svoleiðis. Og svo var Jón Guðmunds með okkur 1 tímabil. Og svo tók Þröstur Leó við okkur 1 tímabil. Já, ár. Já. Og svo held ég aftur Bjössi og svo fórum við til Möggu í meistaraflokk og svo Sverrir í meistaraflokk. Og Marín og Jonni auðvitað. Þeir voru með okkur stjórnflokk. Eigið þið einhverjar fyrirmyndir í körfuboltanum? Nei, ekki eitthvað sérstök sko. Ég á ekkert endilega einhverja eina fyrirmynd á Íslandi sko eða úti. Maður er bara svona, þegar maður er lítill leikmaður svo sem alveg upp til fullt af leikmönnum. En já, ekkert eitthvað sérstakt í dag. Þið eru auðvitað líka fyrirmyndir. Hafið ykkur átið þeirra sem lítið upp til ykkur vilja komast langt í boltanum? Mæta á aukaæfingarnar eða þeir eru í boði. Morgunæfingar, skotæfingar, allt svona. Það borgar sig. Það að vera dugleg að æfa og alltaf tala aukaæfingarnar. 1 kíló af ferskri bláskel með 25% afslætti. Netto. Nettenging í dag orðin helsta nauðsyn nútímamannsins og hefur til dæmis tekið fram úr heimasímanum sem var það fyrsta sem fólk pantaði sér þegar það flutti inn í nýja íbúð eða húsnæði á árum áður. Ljósleiðari og ljósnet eru orð sem heyrast orðið mun oftar þegar rætt nettengingar og sjónvarp. Fyrirtækið Míla eitt af þjónustuaðilum í þeim geira og við ræddum við forráðamann fyrirtækisins og spurðum út í stöðu nettenginga til heimila í Reykjanesbæ og annarra sveitafélaga á Suðurnesjum. Almennt má segja að staðan sé góð í Reykjanesbæ. Við erum með ljósnetstengingar nánast í öllum Reykjanesbæ. Nýbyggingar síðan hjá okkur eru núna tengdar eingöngu á ljósleiðara. Ásbrú hefur kannski verið aðeins út undan í þessu, þar hefur eingöngu verið ADSL frá okkur. Það helgast nú af eignarhaldi á fortíðinu þar, en við höfum verið að reka og sjáum að reka þær tengingar sem þar eru, en erum ekki búnir að breyta því yfir í ljósnet og erum núna byrjaðir á að skipta ADSL-kerfinu þar út fyrir ljósleiðara. Það mun verða tilbúið bara núna snemma í sumar. Hvaða innviðir eru til staðar á svæðinu? Það er alltaf gríðarlegt magn af ljósleiðara til dæmis bara til á þessu svæði. Fyrst og fremst má kannski nefna alla stofntengingarnar. Reykjanesbær er mjög vel tengdur fyrir stofnfjarskipti. Það helgast náttúrulega af bæði því að hér eru gagnaver sem þurfa öfluga tengingar. Hérna síðan flugstöðin sem það eru líka miklar og öfluga tengingar og öruggatengingar og þannig að svæðið er með mikið af tengingum, þannig að tvítengt til höfuðborgarinnar. Þannig að þetta er svona, má segja, einna öruggasta svæðið með tilliti til stofnfjarskipta. Síðan eigum við við eigum auðvitað okkar ljósnetskerfi sem er hérna á svæðinu og þjónar íbúðum. Síðan höfum við gegnum tíðina og í raun og veru frá 2008 höfum við lagt rör fyrir ljósleiðara með öllum nýjum framkvæmdum. Það auðvitað verið mikið byggt hérna síðustu árin og þannig að við eigum heilmikið af innviðum sem að raun og veru muni gera okkur kleift að setja mjög hratt í gang ljósleiðara tengingar til þó nokkurs fjölda heimila hérna á svæðinu. Og það mun verða seinna í sumar að þá getur þó nokkuð fjöldi farið að panta sér ljósleiðaratengingu hjá okkur líka. Eru þið að nýta eitthvað tækifærin í þessari miklu uppbyggingu þar sem hefur verið að byggja ný hús? Já, við höfum náttúrulega, Míla hefur þá kvöð í raun og veru frá hinu opinbera að við þurfum að útvega þráðbundna tengingu inn í öll byggð hús. Þannig að við höfum alltaf, þegar þú byggir hús þá þurfum við að koma með tengingu fyrir það. Ný hús höfum við núna verið að tengja upp á allra síðasta, þau eru tengt eingöngu með ljósleiðara. Síðustu ár höfum við verið að tengja þau með ljósnetinu, pluss það að við höfum lagt inn rör fyrir ljósleiðaran, þannig að það er mjög lítið mál að tengja með ljósleiðara líka. Þannig að það er mjög, síðan má kannski nefna það líka, við eigum gríðarlega mikið magn, almennt séð bara af rörum hérna í bænum, mjög víða sem gerir okkur það verkefni. Við höfum gefið það út að við ætlum að ljósleiðara væða alla þéttbýlisstaði á landinu
og við það svo staðreynd að við svona, eigum gríðarlega mikið magn af rörum í jörðinni sem gerir það verkefni tiltölulega hagkvæmt fyrir okkur, allavega með við aðra. Hvað með hinn þetta venjulega heimili, hennar venjulega notanda eins og við köllum einstaklingana á heimilin, finna þau mun á ljósleiðara og ljósneti sem að þið voru búin að leggja hér? Nei, sko, venjulega heimilisnotandi verður nú ekki var við munin á hvort hann með og verður þar væntanlega ekkert næstu árin. Ljósleiðarinn hins vegar má segja næsta stig í þessari þróun. Ljósnetið byggir á því að við leggjum ljósleiðara inn í öll hverfi, nærri öllum íbúðarhúsum og notum síðan sérstakann búnað til þess að búa til mikið hraða yfir koparinn. Það kerfi mun duga næstu árin fyrir alla venjulega heimilisnot. Notandi verður ekki var við að hvort hann að nota ljósnet eða ljósleiðara. Hraðinn þú finnur ekki mun á hraðanum. Hins vegar innan einhver ára þá má gera ráð fyrir því að tæknin og allt það sem okkur stendur til boða muni krefjast meiri hraða heldur en núverandi ljósnet býður upp á. Það eru til nýjar kynslóðir af ljósneti sem búa til ennþá meiri hraði en við höfum valið það að fara í það að leggja ljósleiðara alla leið. Sérstaklega því við eigum svo mikið að innviðum sem gerir okkur það skref tiltölulega hagkvæmt. Hvernig þá staðan á tengingum til og frá Reykjanesbæ? Reykjanesbær eins og ég sagði náttúrulega með gríðarlega mikið af öflugum stofntengingum og það að menn skuli vera með þessa starfsemi í bænum, það að segja flugstöðina sem hérna og síðan öll þessi gagnaver sem hér eru, það setur mikla kröfur öryggi fjarskipta og við höfum lagt heilmikið upp úr því að öryggi fjarskipta sé mikið. Þannig að ég held að íbúarnir njóta góðs af því að það er mikið öryggi fjarskipta hérna á svæðinu. Hvað með fyrirtækin? Hvernig er þetta fyrir þau? Fyrirtækin hjá okkur eru fyrirtækin almennt, þau hafa einhver þeirra kost á sem sagt bara VAFDS eða þessu ljósnetstengingum, einhver eru með eldri ADSL-tengingar og svo eru þó nokkuð með líka ljósleiðaratengingar frá okkur. Þannig að það hefur verið svolítið háð því að menn hafi pantað sér ljósleiðara til þess að fá hann. En það er þó nokkuð af fyrirtækjum með ljósleiðaratengingar frá okkur hérna í bænum. Nú eru fleiri aðilar að bjóða þessa sambærilega þjónustu eins og nýlega kom inn nýr aðili á svæði og það er jafnvel fleiri. Hvernig horfið þið á það? Jú, samkeppnin, menn geta haft mismunandi skoðanir á hversu mikil þörf er á samkeppni í þessum innviðum, hversu marga ljósleiðara þarf til þess að þjóna einu heimili. Við horfum bara fyrst og fremst á það að það er nóg að vera með einn ljósleiðara en ef það er forsendur fyrir því að mann ákvað að leggja tvo þá er allavega mikilvægt að gera því einhvers konar samvinnu þannig að menn nýti hagkvæmni þeirra framkvæmda þannig að við sjáum fram á það að mögulega muni þetta verða framkvæmdin þar að segja að ljósleiðara væða heimilin hérna á svæðinu þar sem við þurfum að fara í sérstakar framkvæmdir til þess að verði hagkvæmara fyrir okkur þá í samstarfi við annan aðila. Hvað með sveitarfélögin hérna á Suðurnesjum fyrir utan Reykjanesbæ? Hvernig er staðan á þessum stöðum? Já, síðasta sumar þá fjárfestum við svolítið uppbyggingu í Sandgerði að útvíkka og bæta ljósneti þar. Sama á Garðinn, þar vorum við að bæta og fjárfesta í endurbótum á ljósnetinu þar. Í Vogunum erum við í samvinnu við sveitarfélagið að vinna því að tengja dreifbýli. Það er svolítið að dreifbýli í Vogunum sem hefur ekki verið með neitt ljósnet og það er verið að vinna því að leggja ljósleiðara eða undirbúa lagningu ljósleiðara þar. Segja Grindavík, þar er sambærilegt verkefni í gangi þar sem við erum að vinna með sveitarfélaginu í því að tengja dreifbýlis. Hlutan, það er kannski þeir staðir sem þurfa hvað mest á einhverju bættri tengingu, það er þeir sem hafa ekkert. Þannig að það hefur verið fókusinn á þessum stöðum. Hvaða möguleika hefur fólk eða íbúar eins og á ströndinni til dæmis, bæði á Vatnsleysuströnd eða eru í virkilega dreifbýli á Suðurnesjum? Hvað þurfa þetta fólk að setja sig við? Já, það sem eina sem við bjóðum þessu fólki upp á er bara gamli talsíminn, það sem býður upp á internetsamband fyrir 128K sem gerir ekki neitt. Núna er verið að vinna í því að koma þessum íbúum í dreifbýli í ljósleiðaratengingu og það er verkefni sem ríkið meðal annars stendur á bakvið. Hvað eru að tala að það sé langt þangað til að allir verða orðnir tengdir við ljósleiðara á svæðinu og á landinu? Já, ef við horfum á landið þá myndi ég myndi gefa því alltaf 10 ár, kannski
7-10. Þetta svæði, það er tiltölulega lítið dreifbýli hérna, þannig að dreifbýlið það er dýrasti hlutinn. Þannig að menn getur kannski verið að horfa í 5-7 ár hérna. En ég vek athygli á því að nánast allir sem ekki munu fá þetta tiltölulega fljótt verða með ljósnet sem uppfyllir alla þeirra þarfir þangað til. Þannig að ég held að við séum svona ágætlega undir það búin að menn hér verði með mjög gott bara samband og hérna ofan og það má í raun og veru nefna líka. Það er líka mikil þróun í farsímanettum og þjónustunni og internetmöguleikunum í gegnum það. Þannig að ég held að menn hér séu horfið framan í það að þeir verði mjög vel tengdir hér eftir sem hingað til. Við erum staddir í gömlu símstöðinni í Keflavík sem er svona míla á rætur að rekja til þessa staðar og það er ótt að segja að það sé búið að vera ótrúleg tæknibylting á 10-20 árum í þessum bransa, getum við sagt. Já, þetta er náttúrulega búið. Bara það að horfa á sjónvarp eða internet og annað, þannig að þetta lítur að vera áskorun hjá ykkur. Já, þetta er nokk búið sérstaklega, það eru þetta mikla fjárfestingar sem tengjast þessu að uppfylla þessar þarfir. Ísland, eins og bara var í fréttum daginn, er að standa mjög framalega í þessu, að vera með góða tengingar. Við stöndum okkur gríðarlega vel og við höfum bara verið duglega að fjárfesta í því. Mótið kemur að búnaður minnkar eftir því sem að tækninni fleygir fram. Þannig að við stöndum hérna í símstöðinni. Við erum með 5 símstöðar hérna á þessu svæði, eða þessi í Reykjanesbæ, sem er að þjóna þessu svæði. Þetta er svona gamla Keflavíkur símstöðin. Það er hérna núna í dag þegar orðnir tómir salir sem voru einu sinni hérna fullir af lífi og voru að þjóna íbúum. Þannig að tilveran er að mörguleyti, tæknin allavega plássið er að minnka en þetta hraðin að aukast og það er svolítið okkar tilvera. Við þurfum að stöðugt að auka hraðan út það. Gómsæt og fersk bláber með 50% afslætti. Netto. Leiðum við þökkum fyrir áhorfið, viljum við minna á elstu útgáfun okkar, blaðið okkar Víkurfréttir sem við höfum gefið út síðan 1980. Við tökum fyrir allt það helsta sem er í gangi í mannlífinu á Suðurnesjum í hverri viku, áhugaverð viðtöl, greinar og fréttir, efni fyrir unga fólkið, sportið og pistla. Svo er bæjarpólitíkin fyrirferðarmikil þessa dagana. Blaðinu er dreift inn á hvert heimili og fyrirtæki á Suðurnesjum á miðvikudögum og fimmtudögum, en svo er líka hægt að lesa það í rafrænni útgáfu á vefsíðu víkurfrétta.vf.is. Það er auðvelt að gera það í símanum, spjaldtölvunni eða bara í tölvunni. Já, við minnum ykkur bara á að vera í góðu sambandi við okkur og senda okkur endilega hugmyndir af efni í okkar miðla. Við þökkum fyrir að sinni. Verið þið sæl.